Hvað segið þið þessa stjórnlagaráðsvinnu sem að mér svona sýnist engin vita hvað ég að gera með sko, hugmynd stjórnlagaráðs sem reynda kannski dálítið hæpinn að þetta yrði lagt fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þetta í heild sinni en þá er þetta orðin eins og sko tilbúin gjörningur og hvað á síðan að gera með tillögu sem búið að samþykkja að hafna í þjóðaratkvæðagreiðslu hvað haldið að verði af þessu? Ég vona það besta að því að þetta mjög áhugaverð tilraun sko, en það sem ég finnst að vanta að við fáum að vita hvað stendur í þessu plaggi. Stjórnlagaráð held ég að við staðið sér mjög vel, þar að fólk sko unnið af hugsjón og ég hlustaði að það þáttur í Ríkisútvarpinu á Rás 1 á sunnudagsmorgnum 9:00, alveg prime time til að sinna lýðræðishlutverkinu. Þar sem að tveir ágætir karlar tala við fólki og þaðan og þeir hafa meðal að vera að fjalla þessu hluti. Mér finnst vanta kynningu á því sem stjórnlagaráð hefur verið að gera. Hver var niðurstaðan? Það var fylgst með vinnu stjórnlagaráðs af þetta í Fréttablaðinu til dæmis og í mörgum öðrum fjölmiðlum í Ríkisútvarpinu. En ég vil að við fáum að vita hver var niðurstaðan. Stjórnlagaráðs fólk hefur verið að blogga þetta og segja fólki sko hvað var, en ég vil fá þetta í Kastljósið og í sko Speilin og helst á síðu Fréttablaðsins meira að við fáum að vita hvað í þessu og upp úr því, þetta fer inn í þingið. Og við lendum ekki í því sama og við lendum í þegar rannsóknarskýrslan kom. Þá voru umræður sko, hvað var mörg þúsund blaðsíður þessi skýrsla? Umræður hann í þinginu daginn eftir eða eitthvað. Að sko þegar umræðurnar þetta fara fram í þinginu, því að það mun verða rætt í þinginu áður en að næsta skref er ákveðið, að við vitum þá og höfum vitneskju hvað sé verið að tala um. Nei, ég er kannski held ég eins og Þorri þjóðarinnar hefur haft lítinn áhuga á niðurstöðum þessara stjórnlagaráðsvinnu. En það er alveg rétt, mér finnst nú sko þeir fulltrúar sem voru þarna inni hafa verið hefur mér sýnst nokkuð duglegir við að kynna afrakstur vinnunnar en það breytir því ekki að ég ekkert ánægður með það meira sem ég les þetta því óspenntar ég fyrir að heyra meira. Þannig það nú bara. Mér fyrir undir orðalag og þessar tillögur og hugmyndir vera svolítið þetta svona almennt orðað og svona í heildina og litið ekki til þess fallið að eiga heima inn í stjórnarskrá. Ég held að ríkisstjórnin mun ekki gera neitt með þetta nema hugsanlega einhverju leyti í lok kjörtímabilsins og reyna að dúkka eitthvað með þetta, poppa þetta upp, nota þetta í umræðinni, sér til frádráttar í kosningabaráttunni, en ekki þannig að þetta verið lagt fyrir þingið og breytt eða... En sko, það náttúrulega konkrétt hlutir þarna eins og til dæmis varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur, varðandi það að til dæmis, sko, það er mjög lítill hluti þjóðarinnar sem geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og það en forsetinn heldur til dæmis sínu synjunarvaldi, svo reyndar eitthvað klásúl það að fjárhagsmálefni ríkisins myndi ekki heyra þarna undir, þannig að það eru grundvallar breytingar hérna varðandi sem hvernig náttúrulega líka mótsagnir eins og þetta með það til hvers þurfum við öryggismenn til að Bessastöðum ef þjóðin hefur það vald að kannski en það hefur verið að reyna að bregðast við einhverjum mestu vandamálum Íslands síðustu ár, það er að segja flokksræðið og svo lýðræðisvandi. Það er verið að auka á möguleika til að framkvæma lýðræði og ég veit ekki, maður bjóst svo sem ekki við neinum kraftaverkum frá þessu en þetta lítur bara ágætlega út. Ég held að það sé margt gott í þessum tillögum og margt síðra, ég sammála Sigríði það er of mikið af svona einhverjum stefnu yfirlýsingum og fallegum orðum þýska stjórnarskrá sem er fyrirmynd og hann samin svona eftir stríðið, hún full af mjög svona bara fallegum almennt orðuðum markmiðslýsingum það hvernig við eigum að lifa saman í lýðræði og hún letruð á bundes hún letruð á þingið í Berlín og glervegg eins og ég segi, ég held að það sé margt gott og annað síðra kjarni málsins kannski sá eins og stjórnarskráin í dag þá verður ekki hjá því komist að þetta fari til Alþingis. Það er Alþingi sem á síðasta orðið þetta. Það er ekki að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég myndi ítreka það sem ég sagði áður en að það gerist að við fáum að vita nokkuð betur en af svona stuttri yfirferð hvað í þessu stendur. Það sé alveg klart að það þarf að kynna þetta betur fyrir almenningi. En Alþingi verður að gjöra svo vel að taka í fyrsta skipti alvarlega þetta hlutverk sitt að endurskoða stjórnarskrána sem hefur búið að standa til frá því að hún var búin til í flýti og meira og minna upp úr gömlum dönskum stjórnarskrám.
þess vegna meðal annars eru ákvæðin sko forsetan og ríkisstjórnina allt svona ankanaleg. Þetta einhver hérna eldgömul konunglega arfleið frá Danmörku. En ég held samt Alþingi hefur alltaf heykst á þessu verkefni. En núna það þó að minnsta kosti komið með heildstæða tillögu í hendurnar, getur ekki vikið sér undan því að fjalla rækilega hana þetta. Ég held samt að Akkilesarhæll þessara vinnu hafi verið sá að mönnum hafi færst mikið í fang, þar að segja endurskoða alla stjórnarskrána og gera það á þessum tíma, bæði stuttum tíma og líka á þessum tiltekna tíma í okkar sögu. Og þessar tillögur eru svolítið því marki brendar svona þessari bara daglegu þjóðfélagsumræðu, þessu kaffihúsaspjalli í rauninni. Mér dett bara í hug eitt dæmi sem ég sá í blöðunum í gær þegar var skrifað Þorkell Helgason um eina tillögun náttúruauðlindir sem hafa verið svo mikið umræðu núna og menn eru svolítið komast í tilfinningalegt uppnám stundum að ræða það. Og það eru tillaga sem að þeir orða þannig, sem er svolítið, ekkert svolítið, það er mjög viðvanningslegt orðalag og ætla að setja það í stjórnarskrá að náttúruauðlindir megi hagnýta gegn fullu gjaldi og svo er það ekkert útskýrt frekar. Þannig að Þorkell sá sér sko leikaborð þurfti að útskýra það einhverju blaðagrein hvernig hann túlkar það hvað fullt gjald er. Og þú veist, svona hluti þegar maður er ekkert að hafa í stjórnarskrá. Og svo öll þessi vinna held ég sé þessu marki brend. Að menn eru að reyna að stemma stig og að koma til móts við einhverja tilfinningaumræðu sem hafa verið hérna síðustu 4 misseri eitthvað álíka. Ég held samt að núna sé eini rétti tíminn til þess að gera þetta því að drifkraftur breytinga hefur sjaldan eða aldrei verið meiri. Þá er gott að breyta ef það er drifkraftur. Ég ætla að enda þetta á að það er núna uppi mikla vangaveltur í fjölmiðlum, það er nú landsfundur Sjálfstæðisflokksins í vetur, hvort að Hanna Birna Kristjánsdóttir fari fram gegn Bjarna Benediktssyni. Hver er ykkar tilfinning Sjálfstæðisflokksins? Hvað var því? Ekki tilfinning, ég heyrði það bara í morgun í útvarpinu og hún sagðist hafa tilkynnt formanninum það að hún væri að íhuga það og mér finnst þegar menn eru komin svo langt að ég átta mikið á því að hún er minnst að kanna landið. Það er í öllu falli þannig. En stundum sko í svona, þá tekur atburðarásin að vissu leyti völdin sko þegar það getur orðið eitthvað svona momentum og krafan hún farið fram og þá fer að menn náttúrulega velta fyrir sig þetta rétti tíminn að það geti beðið eða missa í lestinni því fyrir næst. Þannig að það tekur þetta því að hún hefur svona stilt sér upp í ákveðinni andstöðu formannin til dæmis í þessu Kínverja máli og þetta fjárfestingar útlendinga þótti mér áhugavert. En ég held að kannski það er örugglega ákveðin eftirspurn í Sjálfstæðisflokknum eftir nýrri forystu. Sko Bjarni í sinni viðleitni til að forðast mótframboð á landsfundi hefur sko hallað sér að, hvað maður segja, þessum svona íhaldssama þjóðernisarmi í flokknum og hann talar harðar gegn Evrópusambandinu og sinni held ég fyrir sannfæringu í því máli. Hann talar þessar útlendu fjárfestingar svona með þessum hætti sem kom mér á óvart. En hann fer sko líka lengra og lengra ofan í þessa gamalkunnugu stjórnarandstöðu skotgröf. Og þar er Hanna Birna aftur á móti talsmaður allt öðruvísi vinnubragða. Og segir við skulum frekar reyna að vinna saman hérna ef það getur komið eitthvað gott út úr því. Og náði býsna góðum árangri með það fannst mér á sínum lokaspretti sem borgarstjóri. Ég er ekki viss að þetta sé alveg alls kostar rétt sko að Sjálfstæðisflokkurinn er í alveg óboðslegri krísu. Hann er í algjörum tætlum þessi flokkur og hann á eftir að gera upp hruni fyrir sitt viti. Núna er hann að glíma við það að það eru 3 formenn, 2 fyrrverandi hjá þér og upp í Mokka og svo starfandi formaður. Skilaboð Sjálfstæðisflokksins að þjóðast nú að tala um eitthvað, það er verið að keyra útvarpsauglýsingar á hverjum einasta degi oft á dag, lækkum skatta, árangur áfram, ekkert stopp. Hanna Birna hefur talað fyrir því að það má ekki hækka skatta í borginni þó að þar hafi verið mjög erfiðir hluti við að glíma. Skilaboðin eru alveg þau sömu. Hanna Birna mun eigi alveg sömu vandræðunum nema við hana mun bætast sko 3. fyrrverandi formaðurinn til þess að flækjast fyrir og það verður fróðlegt að vita hvaða sannfæringu Bjarni Benediktsson hefur þegar hann hefur kannski fengið málfrelsi eftir ef hann hættir að vera formaður. En ég held að skipti engu máli fyrir Sjálfstæðisflokkinn hvort að formaður er Hanna Birna Kristjánsdóttir eða Bjarni Benediktsson. En Bjarni er nú að skora ágætlega í skoðanakönnunum svo sem. En hann er eins og Ólafur segir, hann hefur fært sig leikrætt til hægri
frjálshyggju, þar að segja lengra í íhaldið. Frjálshyggjufélagið að fara að setja hann í flokk með Lilju Mósesdóttur og Ögmundi Jónasyni. Þannig að hann að opna þessa glufu. Þetta rosalega jafnvægislist að vera formaður þessa flokk. Nei, ég held að það alveg augljóst að hann hefur styrkt stöðu sína samt, menn voru fyrir ekki leinu þetta margir sjálfstæðismenn óánægðir með hann varðandi Icesave afstöðuna, þá afstöðu sem hann tók, en eins og Hanna Birna, hún tók mig ekki afstöðu því á þeim tíma. Evrópumálin til dæmis, Hanna Birna þyrfti nú að gefa sig upp í þeim efnum, en veit ekki hvað afstöðu hún hefur til þeirra til dæmis, það er stórt mál. Hún þarf að skýra það. Hún þarf að skýra það, en það er eins og við segjum alltaf sjálfstæðismenn þegar þetta ber á góma, það er allir í kjöri. Jæja, þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér. Ég ætla, núna á eftir verður Noam Chomsky í viðtali, en við ætlum að heyra aðeins í Sigrúnu Davíðsdóttur varðandi kynveri og fjárfestingar þeirra, ekki bara á Íslandi heldur kannski í Evrópu aðallega.